Þá er komið að 15. liða dagskrá, starfsáætlanir, stjórn Akureyrarstofu, til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Stjórn Akureyrarstofu, hún fer með menningar, atvinnu, ferða, markaðs, viðburða og kynningamál í umboði bæjarstjórnar Akureyrarbæjar. Í stjórninni sit ég sem formaður, Sigfús Karlsson varaformaður, Anna Fanney Stefánsdóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Finnur Dúa Sigurðsson og Karl Lindal Hólmgeirsson sem áheyrnarfulltrúi. Starfsmenn Akureyrarstofu eru 4 fyrir utan deildarstjóra, verkefnastjóri menningamála, verkefnastjóri markaðs- og kynningamála, verkefnastjóri upplýsingamiðlunar og verkefnastjóri ferðamála. Forstöðumaður er Þórgnýr Dýrfjörð sem ber jafnframt ábyrgð á verkefnum tengdum almennum atvinnumálum. Starfsemin tilheyrir samfélagssviði þar sem Kristinn Reymarsson er sviðsstjóri. Ég vil byrja á því að þakka bæði stjórnarmönnum og starfsfólki fyrir einstaklega ánægjulegt samstarf. Það þarf varla að nefna það hérna inn í þessum sal að síðasta ár var helst til óvenjulegt á svo marga lund og það þurftu allir að bregðast við áður óþekktum aðstæðum. Akureyrarstofa gegndi gríðarlega mikilvægu hlutverki í aðgerðum vegna COVID-19 faraldursins þar sem að upplýsingagjöf var lykil þáttur í viðbrögðum, ekki síst á fyrstu mánuðunum. Samþykkt var sérstök fjárveiting í viðburða- og vöruþróunarsjóð í því skyni að efla þjónustu og framboð á viðburðum fyrir ferðamenn í menningarlífi og íþrótta- og útivistageiranum. Markmiðið var jafnframt að styrkja Akureyri enn frekar í sessi sem vinsælan áfangastað. Úthlutað var ríflega 16 milljónum króna til 46 verkefna en jafnframt var ákveðið að greiða niður ferðir til Hríseyjar tímabundið til að hvetja Íslendinga til að heimsækja eyjuna. Það tókst framúrskarandi vel og dag eftir dag var nánast uppselt í ferjuna. Til að styðja enn frekar við þetta var sett í gang markaðsátak á innlendu ferðamarkaði undir yfirskriftinni Það er eitthvað við hana, sem fekk góða athygli og þótti skera sig frá mörgu öðru sem gert var á þessum vettvangi. Starf stofnana í menningargeiranum var eins og svo margt annað miklum takmörkunum háð og ég vil hrósa stjórnendum og starfsfólki fyrir mikla útsjónarsemi, sköpunarkraft og seglu í að finna upp nýjungar og gera fólki kleift að njóta og nýta þrátt fyrir allt og allt. Söfnin okkar voru til að mynda ótrúlega sýnileg þrátt fyrir lokanir langtímum saman. Það er ljóst að mörg fyrirtæki og mörg mikilvæg fyrirtæki í ferðaþjónustu á Akureyri hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og hafa þurft að berjast fyrir lífi sínu á þessum ákaflega flóknu tímum. En það er á sama tíma uppörvandi að sjá hvað bærinn er gríðarlega sterkur áfangastaður þrátt fyrir allt. Verslun hefur á löngum köflum gengið vel, helgargisting nánast verið fullbókuð, flókið er að fá borð á veitingastöðum og Hlíðarfjall er klárlega einn vinsælasti áfangastaður landsins þessa dagana. Menningarlífið hefur líka komið sterkt inn nú þegar að fleiri geti notið viðburða í einu og fjölskyldusýningin Benedikt Búálfur sem Leikfélag Akureyrar og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands standa saman að er frábær viðbót. Akureyrarstofa hélt í síðustu viku samráðsfund með nokkrum tengiliðum í ferðaþjónustunni sem luku upp einum rómu mikilvægi skíðasvæðisins okkar og frábært starf skógræktarfélagsins í lagningu gönguskíða og skíðaspora. Nú er hafin söfnun á nýju tæki til að tróða gönguskíðaspor og telja við ættum að skoða hvort að bærinn ætti að leggja því verkefni lið. En víkjum þá að einstökum málaflokkum og því sem framundan er. Síðar á þessu ári verður atvinnustefna Akureyrarbæjar endurskoðuð. Undirbúningur þessa verkefnis hefur staðið yfir nokkra hríð og er liður í honum greining samkeppnishæfni sveitarfélagsins sem Akureyrarstofu var falið að vinna í samstarfi við samtök sveitarfélag og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Í því felst að draga fram kosti, galla og sérstöðu Akureyrar sem búsetu og atvinnusvæðis og leggja mat á tækifæri til framtíðar. Greiningin er í samræmi við stefnu bæjarstjórnar að blása til sóknar á íbúa- og fyrirtækjamarkaði og fjölga fyrirtækjum og stofnunum sem vilja byggja upp starfsemi í bænum. Vel heppnað fyrirtækjaþing var haldið í janúar þar sem að fjölbreyttur hópur úr atvinnulífinu kom saman í netheimum og ræddi undir stjórn sérfræðinga frá Símey, stöðu bæjarins á fyrirtækjamarkaði og framtíða tækifæri. Niðurstöðu fundarins eru mikilvæg gögn í vinnunni. Í kjölfarið voru svo kynntar niðurstöður íbúakönnunar samtaka sveitarfélaga á búsetuskilyrðum sem munu nýtast beint inn í þessa vinnu, auk þess sem stuðst er við þjónustukönnun Gallup og önnur fyrirliggjandi gögn.
Efnisöflun er að mestu leyti lokið og úrvinnsla hafin. Eitt af því sem þegar hefur komið í ljós að almenn lífsgæði á Akureyri og félagslegir þættir vega þungt í hugum atvinnurekenda. Ekki síður en hagræn atriði þó þau skipta auðvitað miklu máli. Sem dæmi má nefna að stuttar vegalengdir, gott og fjölskylduvænt samfélag eru meðal þeirra þátta sem koma oftast fram þegar atvinnurekendur voru spurðir stærsta kostin við að reka fyrirtæki á Akureyri. Einnig var áhugavert og ánægjulegt að sjá hve mikill meirihluti þeirra stjórnenda sem tóku þátt í fyrirtækjaþinginu hafa hug á því að auka umsvif sín á komandi misserum. Við höfum eflaust flest öll skoðanir á því hverjir eru helstu styrkleikar og veikleikar bæjarins, en með þessari vinnu er markmið að komast nær því að vita hvaða búsetukostir skipta mestu máli, hvers vegna fólk eða fyrirtæki ákveða að staðsetja sig hér frekar en annar staðar, hvað þarf að breytast til að fjölga í hópnum og hlúa betur að þeim sem fyrir eru. Með því að kortleggja stöðuna, ekki síst sérstöðu sveitarfélagsins með þessum hætti, er markmiðið að fá fram mikilvægar upplýsingar og efnivið sem nýtist í aukinni markaðsókn og í stefnumótun í atvinnumálum og jafnvel öðrum málaflokkum. Spennandi verður að rýna í niðurstöðurnar núna á vormánuðum. Í haust þá hóf Akureyrarstofa að vekja athygli á möguleikum þess að fólk flytji með sér störf milli staða og störfum án staðsetninga. Efnt var til markaðsátaks og vitundarvakningar með stuttum viðtölum við fólk sem býr hér á Akureyri og hefur flutt störf við að skapa sér tækifæri með því að flytja með sér verkefni. Í kjölfarið boðuðu Akureyrarstofa og SSNE til ráðstefnu á netinu undir yfirskriftinni Fólk færir störf, þar sem við fengum fjölmörg dæmi möguleikana sem eru fyrir hendi, bæði í opinbera geiranum og einkageiranum. Sérstaklega áhugavert var að heyra hvað sum einkafyrirtæki eru langt komin í þeirri hugsun að starfsmenn geti þegar mögulegt er átt val búsetu leið og hæfileikar og kunnátta nýtast í rekstri fyrirtækisins. Margir hafa bent á að þetta sé tvíeggja sverð því að störf eigi að geta flust í báðar áttir eða allar áttir og þess vegna frá Akureyri til annarra staða. Þetta er rétt, en við höfum gefið okkur að eðli málsins samkvæmt verði flest störf til á höfuðborgarsvæðinu og að segulmagn stærðarinnar haldi fast í þau og því sé líklegt að öll hreyfing sem mögulegt er að koma fólki á komi okkur og jákvæðri byggðaþróun frekar til góða. Þá hefur Akureyrarstofa komið að því ásamt SSNE, Háskólanum á Akureyri, Listaháskóla Íslands og framhaldsskólunum hér á svæðinu að kanna möguleika á því að komið verða á fót listnámi á háskólastigi á Akureyri. Þessir aðilar standa saman að ráðstefnu málið sem haldið verður miðjan apríl, en hér er í raunum að ræða mjög mikilvægt mennta- og atvinnumál. Norðurslóðamálin hafa fengið sífellt meiri athygli og ekki síst nýverið í tengslu við svonefnda Grænlandsskýrslu sem utanríkisráðherra lét vinna. Ráðherra tók af því tilefni öll tvímæli að Norðurslóðamiðstöð Íslands sé á Akureyri sem er auðvitað bæði mikilvægt og ánægjulegt. Það er brýnt að við fylgjum þessu fast eftir. Bæjarstjórinn okkar leiðir norðurslóðamálin fyrir hönd Akureyrarbæjar en Akureyrarstofa hefur komið sterkar inn í þá vinnu upp á síðustu misserum enda mikilvægt að á bak við þennan málaflokk sé teymi starfsmanna sem getur skipt með verkum og byggt upp þekkingu. Ánægjulegt er að segja frá því að í næstu viku kemur utanríkisráðherra í heimsókn til Akureyrar til að ræða norðurslóðamál á opnum fundi á netinu og að því tilefni verður einnig undirritað samkomulag milli SSNE og norðurslóðanetsins uppbyggingu þess en stjórn SSNE hefur ákveðið að það verði eitt af áhersluverkefnum í sóknar áætlun landshlutans á þessu ári. Viðræður við mennta- og menningarmálaráðuneytið hafi staðið yfir frá því í haust endurnýjun menningarsamningsins. Til hans heyra þau verkefni sem Menningarfélag Akureyrar hefur með höndum sem eru rekstur Hofs, Leikfélag Akureyrar og Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og svo rekstur Listasafnsins á Akureyri sem við rekum sjálf. Akureyrarbær lagði fram tillögu að nýju viðmiðum framlög ríkisins til samningsins og að miðað yrði við að þau yrðu 10% af framlögum ríkisins til eigin verkefna á sömu sviðum á höfuðborgarsvæðinu sem eru þá Sinfóníuhljómsveit Íslands, Harpa, Þjóðleikhúsið og Listasafn Íslands. Þetta hlutfall er í dag 5%. Viðmiðið byggir á mannfjölda á áætluðu áhrifasvæði Akureyrar sem telur 9–11% af mannfjölda Íslands. Akureyrarbær hefur bent á að þegar meta á framlög til atvinnustarfsemi í listum sé eðlilegast að leita viðmiða í sambærilegum rekstri á höfuðborgarsvæðinu frekar en til dæmis í framlögum til uppbyggingarsjóða landshlutana sem eru verkefnasjóðir. Rökin fyrir þessum nýju viðmiðum eru helst
enn frekari atvinnuuppbygging á Norður- og Austurlandi í listum og menningarstarfi og bent sérstaklega á þá fyrirmynd sem birtist í tónlistaupptökuverkefnum Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands fyrir sjónvarp og kvikmyndir. Verkefni sem á sér engan líkan hér á landi og væri ekki til staðar ef ekki væri svo grunnur sem ríki og bær hafi í sameiningu byggt upp. Atvinnuuppbygging af þessum toga gæti heldur ekki komið á betri tíma, heldur þegar að samfélagi leitar að viðspyrnu þegar COVID-19 faraldrinum vonandi lýkur. Það annað markmið að styrkja þá grunnhugmynd að skynsamlegt sé fyrir íslenskt samfélag að byggja upp annan öflugan kjarna eða borg þar sem atvinnustarfsemi í listum raunverulegur valkostur til hagsbóta fyrir listafólk á Íslandi, íbúa á Norður- og Austurlandi og fjölgar búsetukostum fyrir Íslendinga yfir höfuð. Þegar þetta skrifað ekki útlit fyrir að við náum þessum nýju viðmiðum í gegnum þessa atrennu, en engu síður hækkun á framlögum til samningsins. Hækkanir á framlögum ríkisins hafa þegar til lengri tíma litið að mestu staðist samanburð við þær hækkanir ríkisins til eigin stofnana miðað við þann grunn sem til staðar, en þann grunn þarf að hækka. Ný viðmið verða því áfram baráttumál, en ég tel að málstaður okkar sé sterkur. Unnið hefur verið að setningu safnastefnu fyrir Akureyri sem verður svo fyrsta sem að sveitarfélag setur sér. Áætlað var að verkinu lyki á síðasta ári en dráttur varð bæði vegna COVID-19 og vegna þess að fjárhagslegar forsendur breyttust snarlega þegar að vinnan var á lokasprettinum. Nú er verið að ljúka gerð áætlunar aðgerðir stefnunar þannig að ljóst liggi fyrir hvað verður gert á hverju ári hennar en aðaláherslurnar eru eftirfarandi. Sameining sögu- og minjasafna á seinni hluta tímabils stefnunar. Það verkefni undir fleirum komið en Akureyrarbæ einum en verður stefnumið engu að síður. Sá forgangur hefur verið að gera enn betur gagnvart þeim söfnum og sýningum sem við stöndum nú þegar á bakvið og að ný söfn og sýningar verða að bíða á tímabili stefnunar. Þess ber þó að geta að töluverð umræða hefur verið meðal bæjarfulltrúa norðurslóðasetur eða sýningu á Akureyri án þess þó að endanleg niðurstaða liggi fyrir. Þriðji punkturinn aðgengi allra og söfn fyrir alla og þetta einn mikilvægasti grunnþáttur og stef þessara stefna mínu mati. En þannig á að sérstaklega að horfa til hópa sem eigi hættu að verða út undan í samfélaginu og fara á mis við það sem söfnin hafa upp á að bjóða í starfi sínu. Frá miðju þessu ári verður svo farið að endurskoða menningarstefnu Akureyrar og hugmyndin að hún og safnastefnan verði til einföldunar birt hlið við hlið og standi saman undir yfirskrift menningarstefnunar en þær þurfa sjálfsögðu að tala saman. Þá unnið að gera samþykktar ákveðið hlutfall af stofnkostnaði nýbygginga og stærri endurbyggingaverkefna á vegum Akureyrarbæjar sem renni í sjóð til kaupa á listaverkum. Það gerur okkur bæði kleift að stækka og þétta safnkost listasafnsins og auka listskreitingar í nýbyggingum bæjarins. Til þess að þarf að horfa við gerð fjárhagsáætlunar. Barnamenningahátíð verður þróuð áfram eins og kveðið á í samningi bæjarstjórnar en viðburðir hennar munu dreifast yfir aprílmánuð á þessu sinni. Að mínum mati það sérstakt keppikefli að hátíðin nái sterkari tengslu við skólana í bænum en hefur verið hingað til og hún verði lifandi hluti af skólastarfinu. Hátíðin vaxandi og þegar orðin frábær hluti af menningarlífinu í bænum og bara eftir að festa sig enn betur í sessi. Stjórn Akureyrarstofu jafnframt stjórn listasafnsins á Akureyri, amtsbókasafnsins og héraðsskjalasafnsins. Aðaláhersla í starfi amtsbókasafnsins á árinu 2021 verður að ná fyrir styrk í fjölda útlána og heimsókna á safnið eins og var fyrir heimsfaraldurinn. Nú þegar eru farnir af stað nokkrir viðburðir, svo sem spilaklúbbar, en stigið varlega til jarðar í því að skipuleggja of langt fram í tímann. Einnig verður unnið að gerð umhverfisáætlunar fyrir safnið og settar upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla á lóð þess og líka verður stefna þess endurskoðuð. Á héraðsskjalasafninu verður lögð áhersla á kynningu á safninu og hlutverku þess eftir margvíslegum leiðum með það í huga að fjölga gestum og gera safnið sýnilegra í samfélaginu. Áfram verður unnið að skráningu og frágangi eldri afhendinga og þær eldri afhendinga. Fáist til þess styrkur verður haldið áfram við að miðla safnaefni á heimasíðunni og tekið verður upp annað vinnulag við miðlun. Loks verður meiri áhersla lögð á heimsóknir til skilaskildra aðila á starfsvæði safnsins og þá sérstaklega utan Akureyrar. Þess ber auðvitað að geta að við vinnum áfram markvisst í því að fá fjármagn frá ríkinu vegna skylduskila.
Af listasafninu það helst að frétta að settar verða upp 15 sýningar á árinu, yfirlitssýningar, samsýningar og einkasýningar. Sérstök áhersla verður lögð á að taka á móti skólahópum og smiðjum fyrir börn og ungmenni verða fjölmargar. Listasafnið tekur þátt í barnamenningahátíð með fjölda viðburða og gjörningahátíð verður í byrjun október í samvinnu við Leikfélag Akureyrar, MAG, Verkmenntaskólann og fleiri aðila. Þá unnið að nákvæmri skráningu safngripa en sú vinna mun taka einhver ár nema sérstakt fjárframlag fáist í verkefnið en ég tel það ákaflega mikilvægt að skráning og varðveisla safngripa sé fullnægjandi. Af öðrum verkefnum má nefna að nýlega var undirritaður nýr þjónustusamningur minjasafna á Akureyri til næstu 3 ára sem að sjálfsögðu ánægjulegt. Markviss og stöðug upplýsingamiðlun fer fram að hálfu Akureyrarstofu nánast alla daga ársins og heimasíðan akureyri.is sem fyrr mikilvægasta upplýsingagátt sveitarfélagsins en starfsfólki hefur megin umsjón með skrifum frétta og tilkynninga auk þess að koma að vinnu við þróun og endurbætur hennar í samstarfi vefstjóra og starfsfólk stjórnsýslusviðs. Alls voru birtar 465 fréttir og tilkynningar á síðunni á síðasta ári sem gefur einhverja hugmynd hve öflug þessi miðlun er. Á síðustu misserum hefur Akureyrarstofa unnið að því að auka breiddina í kynningarstarfinu sem og fjölbreytni í miðlunarleiðum. Hlaðvarp Akureyringa var sett í gang og síðasta voru gerð 15 slíkir þættir. Markmiðið er að vekja athygli á áhugaverðu fólki sem er að gera góða hluti í þágu samfélagsins sem og starfsemi og þjónustu bæjarins og þeim fjölmörgu kostum sem bærinn hefur upp á að bjóða. Hér er fylgt þeirri línu sem mörkuð var á þar síðast ári sem felur í sér að nýta svokallaða efnismarkasetningu sem byggir á frásögnum í þessu skyni hafa verið gerð myndbönd fyrir vefinn undir yfirskriftinni Hvað er að frétta sem gefur dýpri innsýn í þjónustu og starfsemi og snúa innhverfinu út eins og forstöðumaður Akureyrarstofu hefur stundum orðaða. Sem dæmi má nefna myndband heimaþjónustu og velferðartækni sem náði til 19.000 manns og 13.000 manns horfðu á það að hlutaði í heild. Markaðsátaki Fólk færi störf sem nefnt var hérna ofan og annað dæmi sem var þar sem þessari línu var fylgt. Áfram verður haldið á þessari braut þessu ári með enn meiri áherslu á markvissa vinnu á íbúa og fyrirtækjamarkaði í kjölfar samkeppnisgreiningarinnar sem rætt var í ráðan. Samstarfi aðra deildir og önnur svið í kynningamálunum hefur aukist og mun áfram aukast á þessu ári. Sem dæmi þetta má nefna frjósamt samstarf Akureyrarstofu og skipulagssviðs þar sem Akureyrarstofa hefur meðal annars komið inn með sín á markaðslið skipulagsmála. Akureyrarstofa hefur jafnframt verið þátttakandi í íbúasamráðsverkefnum bæjarins og er endurskipulagning leiðakerfi strætisvagna Akureyrar gott dæmi það. Akureyrarstofa er einnig í samstarfi við Vistorku kynningu og markaðssetningu á grænu Akureyri sem er vinna sem nýtist með beinum hætti á ferðaþjónustumarkaði og er í ferðamálastefnun okkar. Það er ánægjulegt að fylgjast með því hvernig Akureyrarstofa hefur náð að auka fjölbreytileika og breidd í upplýsingagjöf og markaðsmálum og haldið á sama tíma krafti og úthaldi í því starfi sem fyrir var. Í lok janúar á þessu ári lokaði upplýsingamiðstöðin á Akureyri. Á undanförnum árum hefur Ferðamálastofa ítrekað gefið til kynna að stuðningi við opinberar upplýsingamiðstöðvar allt land yrði hætt þrátt fyrir umtalsverða gagnrýni á þau áform. Fyrir okkur hér á Akureyri þýddi það að Akureyrarbær væri einn að reka upplýsingamiðstöð sem hafði hlutverk gagnvart öllum landshlutanum og landinu ef út í það var farið. Það þótti okkur ekki ásættanlegt og ákváðum við því að loka. Akureyrarstofa mun áfram einbeita sér að öflugri upplýsingagjöf Akureyri á þeim miðlum sem við höfum yfir að ráða. Upplýsingagjöf til ferðamanna og bæjarbúa á vefnum visitakureyri.is hefur verið bætt og aukin mikið undanfarið og því starfi verður haldið áfram á þessu ári. Bætt verður í upplýsingabrunn gönguleiðir, fjallahjólaleiðir og fjallaskíðaleiðir og áfram verður haldið þróun viðburðardagatalsins sem hefur tekið góðum breytingum undanfarið. Farið verður í sérstakt kynningarátak þar sem ferðavefurinn verður kynntur sérstaklega gagnvart bæjarbúum sjálfum því þar er mjög margt að finna sem við getum haft gagn af ekki síður en ferðamenn. Það verkefni að kynna og markaðssetja Glerárdal sem útivistarsvæði og áfangastað hefur lengi verið í ferðamálastefnu bæjarins og var það sérstaklega tengt uppbyggingu nýju virkjunarinnar í dalnum. Það helst vel í hendur við að umhverfis- og mannvirkjasvið hefur í tvígang fengið styrk úr framkvæmdasjóði ferðamanna til stígagerðar í dalnum.
Í fyrra fékkst ríflega 21 miljóna króna styrkur fyrir fyrsta áfanga og í síðustu viku var tilkynnt að tæplega 24 miljóna króna styrks til annars áfanga sem auðvitað frábærar fréttir. Verkefni snýst að leggja stíg frá bílastæði og alla leið inn að Lambaskála ferðafélags Akureyrar. Annar áfangi byrjar 4 km inn í dalnum og endar í 8 km. Eftir að stígagerð hófst hefur orðið sprenging í heimsóknum gesta í fólkvanginum og þar bíða margir möguleikar til þróunar útivistar og ferðaþjónustu sem henni tengjast. Samstarf Akureyrarstofu og umhverfis- og mannvirkjasviðs hefur aukist og elst, enda fjölmargt af því sem við gerum í umhverfismálum og uppbyggingu til útivistar mikilvæg hluti þess að byggja upp fjölbreyttan og vinsælan áfangastað eins og Akureyri. Ferðafélag Akureyrar fékk einnig á dögunum 1,5 milljón króna styrk úr uppbyggingarsjóði til samræmdar merkingar gönguleiða. Umsóknin var gerð í samstarfi Ferðafélags Akureyrar, Akureyrarstofu og fleiri aðila og markar upphafið að bættum merkingum á gönguleiðum í nágrenni Akureyrar. Verkefnum mun einnig nýtast Skógræktarfélaginu vegna merkinga gönguleiða, Hjólreiðafélaginu vegna merkinga fjallahjólaleiða og utanvega hlaupinu Súlur Vertikal vegna þeirra leiða sem skipulagðar eru á þess vegum. Stjórn Akureyrarstofar samþykkti einmitt nýverið að styrkja uppbyggingu og þróun Súlur Vertikal en aðstandendur hlaupsins stefna á því að byggja upp þekkt og alþjóðlegt sterkt utanvega hlaup hér á Akureyri. Hlaupið fer fram Verslunarmannahelgina og helgina á undan stendur Hjólreiðafélagi fyrir mikilli hjólreiðahátíð. Súlur Vertikal og Hjólreiðafélagi vinna saman með það að markmiði að helgarnar og vikan á milli verði að samfelldri útivistarhátíð. Mjög spennandi framtíðarsýn og mikilvægt að Akureyrarbær styðji við þetta viðburðahald sem getur orðið mikilvægt í uppbyggingu Akureyrar sem ferðamannastaðar. Af öðrum verkefnum má nefna að áfram verður unnið að sérstakri markaðssetningu á Hrísi og Grímsey og nú verið að vinna nýtt markaðsefni fyrir Akureyrarbæ sem ráðstefnubæ. Þessa dagana unnið að stofnun áfangastaðastofu þar sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti gerir samning verkefni við landshlutasamtök. SSNVAF og SSNE hafa ákveðið að vinna saman að þessu verkefni og fá Markaðsstofu Norðurlands til að reka sameiginlega áfangastaðastofu. Ég tel að breytingin sé jákvæð og geti styrkt samstarf milli ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja í ferðaþjónustu á Norðurlandi. Stjórn Akureyrarstofu tók ákvörðun það við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið í ár að halda áfram stuðningi við flugklassan R66. Sérstaklega ánægjulegt að sjá það hreyfingu sem loksins komin á framkvæmdir við að bæta aðstöðu fyrir millilandaflug á Akureyrarflugvelli. Í því liggja miklu möguleikar í þróun og uppbyggingu ferðaþjónustunnar í landshlutanum og fyrir fyrirtæki í útflutningi, fyrir þau ótrúlegu lífsgæði sem felast í fyrir íbúa að hafa aðgang að beinum flugsamgöngum við stærri flughafnir í Evrópu. Framlög til menningarmála samkvæmt fjárhagsáætlun hvers árs hafa hækkað 34,8% frá árinu 2016. Þar skiptir mestu máli endurnýjun á húsnæði Listasafnsins sem hækkar innri-legu töluvert á árinu 2019. Frá árinu 2016 hefur innri-lega hækkað 59,7% á meðan eiginlegt rekstrarframlag hefur hækkað 17,2%. Framlög til atvinnumála samkvæmt fjárhagsáætlun hvers árs hafa lækkað 4,7% frá árinu 2016. Árunum 2016 og 2017 reiknast innri-lega á Akureyrarstofu vegna aðstöðu í Hofi en hún féll niður þegar skrifstofurnar fluttust í Rósenborg. Ef eingöngu horft til framlega til reksturs hefur það hækkað 4,2% ef eingöngu horft á árinu 2016 og 2021. Veruleg aukning á framlaginu árið 2020 má skýra með COVID-aðgerðum en ef borið saman áætlun 2019 og 2021 þá lækkar hún 7,6%. Eins og heyra má þá eru verkefni Akureyrarstofu fjölmörg og spennandi, verkefni sem eru drifin áfram af sóknarhug og óbilandi trú á okkar svæði. Ég vil að lokum aftur þakka samstarfsfólki mínu í stjórn Akureyrarstofu sem og því magnaða starfsfólki sem þar vinnur. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, orðið laust. Næst tekur því máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að þakka formanni stjórnar Akureyrarstofu fyrir fína yfirferð. Þetta er enn að síast inn. Það var mikið upplýsingum,
og bara fínasta yfirferð. En það rétt eins og formar kom að áðan að það eru óvenjulegir tímar sem við erum búin að upplifa núna undanfarið ár og mér langar að taka undir hrós til starfsfólks fyrir upplýsingagjöf og annað. Þetta hefur verið gott samstarf líka á milli sviða og við á fræðslusviði fundum til dæmis vel fyrir því að það var gott að leita til sviðsins til að koma að upplýsingum skólastarf og annað þegar COVID-ið stóð sem hæðist. Þannig að ég fagna því og þetta er bara alveg frábært. Og svo er líka bara virkilega gaman að fletta í gegnum samfélagsmiðla og sjá kynningar á starfsfólki og öðrum íbúum bæjarins og sjá þá fjölbreyttu flóru sem við búum yfir hérna á Akureyri. Þetta er bara gríðarlega jákvætt og gott. Þannig að hrós til ykkar. En aðeins svona að ferðahegðun okkar Íslendinga. Þá held ég að við getum fagnað því hér á Akureyri og ég ætla nú kannski að vera svolítið montin og segja að það kom ekki óvart að allir sjá í ljósið hér fyrir norðan og vilji koma hingað til okkar í heimsókn. Í bærin hefur upp á alveg fjölmargt að bjóða. Og við höfum nú orðið vör við þá þurft að ráðleggja vinum og vandamönnum sem koma hingað að skipleggja ferðina í tíma, hvað var það gistingu og einmitt ef þau ætla að fara út að borða og annað og ég tala ekki með ef þau ætla að komast inn í fjallið. Og það er bara virkilega ánægilegt að sjá hvað bærin okkar eyðar að lífi. Og ég tók nú tal við 2 sem að komi hérna norður síðustu helgi og þeir sögðu það að þeir höfðu aldrei séð jafn marga í göngugötunni, ekki einu svona sumri til eins og var síðustu helgi. En það er svo sannarlega eitthvað við Akureyri, ég held að getum verið sammálið það. En ég mitt ræddi við einn verslunareiganda í göngugötunni í febrúar sem hefur rekið fataverslun í 40 ár. Og ég spurði svona hvernig gengi og hvernig veturinn hefði verið. Og hún sagði að þau hefðu aldrei upplifað annan eins febrúar mánuð í 40 ára sögu verslunarinnar. Þau væru búin að upplifa að þannig að febrúar ekki búinn. Þau voru búin að upplifa 3 þorláksmessur undanfarna 3 laugardaga. Og þetta er bara gríðarlega jákvætt fyrir fyrirtæki bænum okkar. Og við líka sem að rekum bæinn þurfum líka að horfa svolítið á stóru myndina, hvað það er sem skiptir máli og samlegar áhrifin á þeirri þjónustu sem er í boði hérna í bænum. Og þá komum við meðal annars inn á mikilvægi Hlíðarfjalls og því starfi sem meðal annars Skógræktarfélagið hefur líka verið að sinna. Þjónustu við bæjarbúa og þá sem komu og heimsækja bæinn, bæði varandi gönguspor í Kjarnaskógi, en það er alveg himneskt að fara þangað og margir örugglega þreytt sína fyrstu mínútur þar á gönguskíðum meðal annars ég núna í vetur og þetta er alveg stórkostlegt svæði. Og ekki skemmi líka að maður getur farið, ef maður hræddur við brekkurnar, þá getur maður farið á göngustíginn inn í Eyjafjarðarsveit, það sem er flatlendi. Og þeir eiga bara mikið hrós skilið. En einmitt stóru myndinni, þá held ég að við eigum líka að nýta tækifærin sem Vetraríþróttamiðstöð Íslands veitir okkur, sem er hér á Akureyri, og horfa á heildarmyndina, hvernig við getum allt svæðið, allt Eyjafjarðarsvæðið, varðandi vetraríþróttamennsku, því að ég held að það sem styrkir Akureyri styrkir svæðin í kring og öfugt. En formar kom aðeins inn á það að endurskoða atvinnustefnuna, að það þurfa að draga fram kosti og galla og sérstöðu Akureyrar sem búsetu og atvinnusvæði. Ég fagna þessu og eins líka að við eigum að horfa á tækifæri sem gefast. Mig langar aðeins til að koma inn á í þessari umræðu inn á klasastefnu fyrir Ísland sem nýbúið er að kynna og er mjög áhugaverð að mínu mati allavega. Og þar eru sjóðir sem hægt er að sækja sem stóð fyrir verðmætasköpun og áframhaldandi sókn atvinnulífs á Íslandi. Því við vitum öll hvernig staðan er bæði efnahagslega og samfélagslega í dag eftir erfitt ár og það er mikilvægt að sjá þessi tækifæri og grípa þau. En Evrópusambandið hefur nýlega kortlagt þær topp 14 atvinnugreinar sem talið er að muni leiða viðspyrnu atvinnulífs eftir dýfu vegna COVID. Því er mikilvægt að við þekkjum líka og kortleggjum okkar lykilatvinnugreinar, skönnum og mælum þær sem eru líklega til að auka verðmætasköpun til framtíðar. Og þar kemur einmitt aftur að klasasamstarfinu, þar sem við sjáum samstarf fyrirtækja og framleiðsluaðila og þar sem aðilar geta komið saman og skapað umhverfi til nýsköpunar og þróunar. Það sem að hagur eins verður sjálfkrafa hagur hins. Ég held að þarna séu gríðarleg tækifæri fyrir okkur og í framtíðinu munum við sjá meira af svona klasasamstarfi og þú veist ef við horfum á svæðið hér þá getum við alveg ímyndað okkur, auðveldlega ímyndað okkur sjávarklasa, landbúnaðarklasa og jafnvel ferðaklasa. Og því aðferðir klasasamstarfs eru mjög sveigjanlegar þar sem megininntakið snýst aðgerð til nýsköpunar. Þetta er líka mikilvægt tæki í byggðaþróun og getur verið úrbótastarf og vöruþróun í hefðbundnum rekstri
þjónustu eða framleiðslu. Ef við horfum til dæmis til Danmerkur þá eru fjöldamargir klasar þar hvað varðar umhverfis- og orkutækni, velferðartækni og fleira og þar eru meðal annars dönsk stjórnvöld að byggja og leggja mikla áherslu á það að efla alla innviði til að undirbúa betur undir klasasamstarf. En mig langar svona aðeins kannski að fara úr atvinnulífinu yfir í menningarmálin og menningarsamningin sem við búum svo vel að hafa en mér skilst að við séum eina sveitarfélag í landinu sem er með menningarsamning við ríkið. Og ég fagna því því að við búum yfir alveg gríðarlegum mannauð hérna og fjölbreyttu menningarstarfi á Akureyri sem við eigum að vera virkilega stolt af og einmitt eitt af því sem er inn í þessu samlegar áhrifum sem fær fólk til þess að vilja koma til Akureyrar. En við erum stolt af þessu starfi og ég fagna þessum samning sem búið að gera núna, verið að vinna í og ég vona að við náum að nálgast þetta. En talandi að því að formaðurinn kom aðeins inn á hækkanir og kannski þau viðmið sem við vorum að leitast eftir, þá er kannski ágætt að nefna það hér að hækkunni sem hefur orðið á samningnum frá árinu 2015 eru tæpar 100 milljónir. Og 60 milljónir frá árinu 2017 sem er gríðarleg hækkun sem við eigum bara að fagna vel að mínu mati. En ég get nú ekki vikið hér úr pontu á þess að tala Amtbókasafnið. Ég minnir að bæjarfulltrúi Sóley Björk hafi nú talað mjög skemmtilega það á síðasta fundi þegar þetta var rætt varðandi starfsáætlun stjórnar Akureyrarstofu. En ég held að þetta sé eitt skemmtilegasta safn landsins, allavega skemmtilegasta bókasafn landsins, því hugmyndaflug starfsmanna er ótrúlegt og þeir eru mikið hrós skilið, þeir eru alltaf að finna upp á einhverju nýju. Formaður kom aðeins inn á kynningu og markaðssetningu á Glerárdal sem útivistarsvæði sem er bara frábært, bara algjörlega frábært framtak. Mér langar svona aðeins kannski í þeirri umræðu að spyrja formann stjórnar Akureyrarstofu, því ég með hana hérna, hvort það hafi eitthvað verið rætt varðandi gamla malarvegi og kortleggja þá sem hjólreiðastíga hugsanlega. Ég veit þessu umræðu hefur verið svolítið í sveitarfélaginu og ég veit þó nokkur aðilar sem að vilja endilega koma að þessu ef að þetta verður gert. Mér langar kannski aðeins allavega til þess að hvetja ykkur til að gera þetta því að hjólreiðar eru gríðarlega vinsælar og það er ekki nóg við að horfa á vetraríþróttirnar, heldur þurfum líka kannski að horfa á það sem hægt er að gera á öðrum tímum ársins. Og mikil aukning í þessu og Akureyrarbær býr að því að við eigum frábæra hjólastíga sem hafa verið unnir í mikilli sjálfboðaliðavinnu meðal annars niður Hlíðarfjall og í Kjarnaskógi og víðar. En ég held að þetta gæti verið rósin hapagati ef við myndum skoða þetta og ég hvet ykkur eindregið til þess að kanna þetta frekar. En ég ætla að láta staðnum í bili og hlakka bara til umræðunnar eftir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka fyrir bara mjög góða umfjöllun hérna málefni Akureyrarstofu og ætlaði bara svona rétt að renna yfir svona einhverja punkta sem að mér langaði annarkvort til þess að gagnrýna eða hrósa eða bæta við. Fyrst er ég með á lista greinilega sama og síðasta ári, ég ætla að tala vel Amtsbókasafnið. En mér finnst það bara svo mikil fyrirmyndastofnun, það er svo ofboðslega mikið gróska þarna og svo mikið hugmyndaflug og bæði í markaðssetningu og líka í því bara hvað er að gerast. Ég meina þetta er stofnun sem stendur frammi fyrir þeirri áskorun að starfsemi hennar fer hnignandi einhvern veginn í samfélaginu, það er að segja lestri, bóklestri hnignar en það er bara það er bara snúið upp í styrkleika einhvern veginn, eða það er bara fundin önnur tækifæri. Mér finnst þetta svo frábært, ég get bara ekki hægt að tala það og mun örugglega tala það hérna aftur einhvern tíma síðar. Svo vil ég líka hrósa mjög fyrir kynningar og upplýsingamálin. Mér finnst þau hafa bara tekið gríðarleg stökk á síðustu örfáum árum og þar finnst mér bara verið að vinna alveg frábæra hluti í því einmitt að svona upplýsa bara almennt alls konar hjá bænum, ekkert bara eitthvað svona
einhverjar þær upplýsingar sem að bæjarbúar einhvern veginn nauðsynlega þurfa að hafa, heldur líka svona sem bara fyrir íbúa og aðra að kynnast þessu starfsfólkinu og bænum og eins og að fara hérna yfir. Og svo vil ég líka bara sérstaklega þakka fyrir aðkomu starfsmanna hjá Akureyrarstofu að íbúasamráði. Þar hefur verið mjög mikið stuðningur þaðan og frábærar hugmyndir og frábær vinna, þannig að það er alveg virkilega góð hlutir að gerast þarna inni og sem að þú veist bara sýnir manni alltaf aftur og aftur bara hver einstakur starfsmaður í jafnvel svona stóri einingu eins og Akureyrarbæ sem að telur ábyggilega 8.500 starfsmanna, hver einasti einstaklingur getur bara skipt svo ótrúlega miklu máli. Fólk sem stendur sig einhvern veginn framúrskarandi verið í starfi, það er bara að gera svo ótrúlega mikið fyrir samfélagið sitt og ég er bara mjög djúpt þakklát fyrir það að við höfum fullt af svona starfsfólki. Eitt sem ég langaði kannski til að tala sem er þá eitthvað sem að geti hugsanlega orðið innlegg inn í nýja menningarstefnu og það er það að mér finnst að við þurfum að huga að því og ég hefði gjarnan ég bara fattaði svo sem ekki að kalla eftir í fyrir fundin en það hefði alveg verið áhugavert að sjá þróun fjármagns í sjóðum sem að einstaklingar eða svona lítil verkefni geta sótt í, af því að ég held að þar er eitthvað sem að við þyrftum eiginlega að forgangsraða aðeins ofar í fjárhagsvinnunni hjá okkur. Og það verður þá bara að vera, ég meina fari yfir menningarsamningin sem er svona ekki eins feitur og við myndum gjarnan vilja hafa hann og okkur finnst eðlilegt að hann sé og við erum bara að standa straum af því að halda úti mjög stórum og sterkum stofnunum í menningu og sem eru frábærar og mikilvægar. En ég held samt að það sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að halda vel utanum og að auka í svona sjóði sem að lítið verkefni þarf að segja sem er oft kallað grasrótin getur sótt í að því að eins og við öllu vitum að þá er engin menning og engar listir til sýningar í stórum stofnunum ef það er ekki verið að rækta einhvern veginn alltaf nýja brumið. Þannig að ég vil bara svona leggja áherslu á það. Og svo vildi ég segja varðandi þessa vinnu sem er verið að greina styrkleika og fleira sem var sagt frá þessum samráðsfundi við atvinnurekendur, þá vildi ég bara svona koma því inn að það væri kannski ótrúlega gott að kanna málið hjá til dæmis að því ég hugsaði fyrst þeim sem eru líklegir til að flytja til bæjarins að það er nú kannski pínu erfitt að finna akkurat það fólk en til dæmis kannski þeirra sem eru nýfluttir til bæjarins. Af hverju flutti fólk? Að því ég held við einmitt, það er ótrúlega mikilvægt fyrir okkur og mikilsvirði fyrir okkur að vita hvað það er sem að veldur því að fólk tekur ákvörðun að flytja hingað en ekki eitthvað annað. Og það verður ennþá mikilvægara og ennþá áhugaverðara eftir því sem að framþróun störf staðsetningar vindur fram þegar fólk getur raunverulega að fara að taka ákvarðanir hvað það býr út og taka störfin sín með sér. Þannig að mér finnst að þetta er eitthvað sem við ættum að skoða bara að gera kerfisbundið. Og svo langaði mig að segja varðandi barnamenningarhátíðina sem ég held að sé alveg frábær og einmitt sé bara að stækka og vaxa og dafna. En þá finnst mér svona í því samhengi, þá finnst mér að við þurfum að hugsa það hvort að við getum ekki betur staðið okkur í menningu sem tómstundum hjá sérstaklega börnum og unglingum. Því ég held að við séum bara með of mikla kannski áherslu á íþróttir og of lítið úrval af menningartengdum tómstundum sem ég held að sé alveg jafn mikilvægur og helst ættu öll börn að vera í hvoru tveggja því að hreyfingin er auðvitað gríðarlega mikilvæg en það að stunda skapandi hugsun og sköpun er bara líka mjög mikilvægt. En annað hef ég ekki að segja í bili þannig að ég bara þakka aftur fyrir frábært starfsfólk og góða kynningu. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni Hildi Jönu kærlega fyrir yfirferðina og ekki var verra að hafa glæru með. En mér fannst hún fara einstaklega bara vel yfir
starfsáætlun eins og ég las hana allavega og bara heilt yfir það sem hefur verið að gerast hjá Akureyrarstofu. Nú þekkir maður það aðeins eftir að hafa setið það í þeirri nefnd í allmörg ár, en er þó komin í aðra nefnd núna. En það er rosa margt sem hefur verið gert vel og sérstaklega á þessum eins og Hilda kom inn á og Ingibjörg líka á þessum óvissu tímum. Og það ber að þakka og mér finnst það er erfitt að vera starfsmaður í þessum aðstæðum þegar svona óvissan er gríðarleg og álagið mikið hvernig maður á að leysa hlutina og mér fannst starfsfólk sína mikið hugmyndaauðgi í því á mjög víða í kerfinu og það er ekki bara við Akureyrarstofu heldur bara mjög víða í kerfinu og mér finnst það bara þakkarvert. Eins og hefur hér verið tíðrætt af mörgum að þá erum við einstaklega vel að því búin að hvar við stöndum bæði hvað varðar menningu og útivist og bara almenna fegurð á svæðinu sem að gerir okkur það kleift að vera vinsæll áfangastaður og að vera vinsæll áfangastaður er líka eitthvað sem er vert að halda í og getur verið erfitt að halda í. Þannig að þess vegna þurfum við ávallt að vera á tánum og ávallt að vera að gera betur og betur því að við vitum aldrei hvenær samkeppnin bankar upp á og auðvitað er COVID að hjálpa okkur núna á þessum tímum að innanlandsstraumurinn virðist vera hingað og vonandi með batnandi aðstæðan við flugvöllinn og þeim verkefnum sem eru farin af stað varðandi beint flug hingað til Akureyrar verður opnast nýjir möguleikar. Mér langar kannski aðeins að koma inn á boltan þar sem að koma inn á þann þátt sem að bæjarfulltrúi Sóley endaði varðandi menningar tengdar tómstundir. Ég er alveg sammála henni að við þurfum að gera vel þar, við erum að gera einstaklega vel á íþróttasviðinu og margt mjög gott í gangi menningartengdum tómstundum en það er einn þáttur sem ég langar að nefna og það gerir kannski sem formaður menningarfélagsins að það er aðbúnaður leiklistaskólans og ég tel það afar brýnt að við förum að koma honum á framtíðar sama stað. Þarna er gríðarlegur fjöldi af börnum og einstaklega faglegt starf. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við finnum því framtíðar stað og staðsetningu og það er komin hugmynd að því og því finnst mér bara mikilvægt að við reynum að koma því í framkvæmd. Í ferðamálastefnunni sem var unnin fyrir 2016 sem á að gilda til 2026 eru nokkrir þættir sem ég er mjög ánægð að sjá að eru komin inn á starfsáætlun stjórnar Akureyrarstofu og það er þetta samtal við íþróttafélögin. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt því að það er ótrúlega mikill fjöldi ferðamanna tengdur íþróttaviðburðum hér á svæðinu og því finnst mér við þurfa að gera það vel og við gerum það með samtali við þá sem að standa að þeim viðburðum. Og því er ég spennt að sjá hvað kemur út úr þessum samráðsfundum og ég tel mikilvægt að þeir verði haldnir árlega eins og kemur fram í ferðamálastefnunni. Eins höfum við náttúrulega talað fyrir því og er í ferðamálastefnunni að útbúa hvernig við ætlum að taka á móti þessum hópum, þá sérstaklega börnum er koma hingað og ég veit að starfsfólk er farið að huga því og ég er mjög spennt að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu. Það er líka í starfsáætlun ykkur að nefnt að það eigi að fara yfir skipulag og fjölda hátíða sem Akureyrarbær kemur að. Mér langar bara aðeins að forvitnast hvort að svo umræða sé farin af stað hjá ykkur og hvort að sé komnar einhverjar pælingar þar. Nú veit ég Akureyrar-appið er komið kannski að hluta til út úr Akureyrarstofu en er samt mjög gríðarlega mikilvægur þáttur
tengd starfsemi þar inni sem og annars staðar í kerfinu. Því var bara frábært að fá að vita hvar sú vinna stendur og kannski bæjarstjóri geti upplýst okkur það ef formaður hefur ekki upplýsingar hvar það verkefni statt. Ég fagna því líka að það eigi að fara í endurskoðun á atvinnustefnunni. Ég held að í henni þurfum við sérstaklega að horfa inn á við hvernig við getum bætt umhverfi hjá okkur og starfsemi og þjónustu tengda fyrirtækjum. Það náttúrulega þannig að án fyrirtækjana væru við ekkert hér. Þau eru það sem að halda búsetu hér á svæðinu og því langar mig líka kannski að koma með tillögu að við horfum til þess að hampa þeim fyrirtækjum sem standa sig vel eins og framúrskarandi fyrirtækjum hér í bæ að gera einhvern glaðan dag og lyfta þeim upp og gera þau sýnileg. Ég er ekki einu sinni viss að við vitum hér inni hversu mörg fyrirtæki hér á þessu svæði eru fyrirmyndafyrirtæki, framúrskarandi fyrirtæki. Þannig að það væri, ég finnst við eigum að horfa til þess. Bæjarfulltrúi Sóley kom inn á að við eigum að heyra í íbúum sem að flytja hingað og fá ástæðuna fyrir því og ég finnst það mjög góð hugmynd. Ég held að við ættum líka að gera það varðandi fyrirtæki sem ákveða að koma hingað á svæðið. En einnig að tala við fyrirtæki sem fara hérna á svæðinu. Hvað er það sem veldur því að þau ákveða að fara hérna? Því að ég held að við getum lært af þannig samtölum til að gera enn betur. Einnig flauminu bara, að við erum búin að vera að tala svo vel starfsfólk og sem á það svo sannarlega skilið. Þá fór ég líka að velta fyrir mér hvort að við ættum að huga til þess að vera með hvatningaverðlaun innan okkar stofnana hér innan bæjarins, að vera með stofnun eða svið ársins. Þetta hefur reynst vel hjá mörgum fyrirtækjum að gera þetta og þá erum við að gera sýnilegt hvað er vel gert hjá okkur því það er margt mjög vel gert og þannig að mér finnst það kannski hugmynd sem að við ættum að skoða hjá okkur. Ég tek nú undir með bæjarfulltrúum hér sem hafa minnst á amtbókasafnið. Þetta var kostuleg skemmtun á COVID-tímum að fylgjast með starfseminni hjá þeim og þeim vídeóum sem að það voru og þeirri hugmyndaauðgi sem að þar er og rosalega flott þjónusta. En hefur það ekkert komið á óvart að það hefur komið til tals hvort að það ætti að vera þjónustumiðstöð bæjarins með hvaða einkunnagjöf þau eru að fá í könnunum. Eins og hefur hér verið nefnt að þá er náttúrulega verið að klára menningarsamningin. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli hvað það fjármagn er að koma frá ríkinu í þann samning. Gott og vel að hann hefur hækkað síðustu árin. Ég er samt ennþá á þeirri skoðun að mér finnst ekki sanngjarnlega skipt á milli landsvæða. Mér finnst ennþá halla á okkur og við erum bara að hækka til samræmis við það sem gerist á höfuðborgarsvæðinu en erum ennþá langt undir þeim grunni sem að við ættum að vera með þann íbúa fjölda á því svæði sem að við teljum okkur vera að sinna hér. Það eru ríkisstofnanir fyrir sunnan sem hafa það hlutverk að sinna landsbyggðinni. Ég held að við séum í því hlutverki einmitt að sinna landsbyggðinni í meira mæli heldur en sumar þær stofnanir sem eru á vegum ríkisins og þannig að ég bara tek undir með formanni að við eigum að vinna því að rétta þennan hlut og tala út frá því að við séum hér höfuðstaður og erum að sinna allavega 10% af íbúum þjóðarinnar sem búsettir eru á þessu svæði hér. En við megum ekki gleyma því líka að við erum að sinna fjölmörgum ferðamönnum sem að koma hérna líka sem að búa á höfuðborgarsvæðinu og erlendis. En ég er sem að láta þetta duga í bili og koma það bara frekar upp eftir. Það er bæjarfulltrúi Eva Senda Einarsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni stjórnar Akureyrarstofu, bæjarfulltrúa Hildigerði, fyrir mjög gott yfirlit yfir stefnu eða starfsáætlun stjórnarinnar á þessu ári og þarna kemur mjög margt fram og ég teki undir allt sem hér hefur komið fram og ætla ekki að fara að endurtaka það allt. Það sem mig langar til þess að koma aðeins inn á hér og nú kannski þetta með þennan blessaða menningarsamning. Hér kom fram áðan að menningarsamningurinn hefur hækkað mikið á undanförnum árum og það í sjálfu sér alveg rétt. En það bara sanngjarnt að hann hafi hækkað þetta og þetta mikið í ljósi þess hver staðan er? Það ekki mín skoðun. Við áttum nú, ég satt fund ásamt forseta og bæjarstjóra hér daginn með forsætisráðherra sem við orðuðum þetta nú eilítið og bentum henni á það að það væri nú kannski sanngirni í því að við værum með 10% af því sem að væri verið að setja í þennan málflokk og það eru þá 400 milljónir en nú verið að tala það að við fáum í okkar hlut 230 milljónir. Og ég bent henni bara á og í þessum umræðum á það að ef við erum að horfa í sjálfu sér á þennan samanburð þá verið að setja þarna einhverja 4 milljarða í þennan málaflokk að minnsta kosti á höfuðborgarsvæðinu. Í Reykjavík gerir það 30.500 krónur á íbúa og á Akureyri framlagið 230 sem gerir 12.000 krónur á íbúa. Ef ég horfi bara sanngjarn og segi þessar menningarstofnanir að sinna öllu höfuðborgarsvæðinu þá þetta sirka 18.000 krónur á íbúa. Ef við miðum þá við Norðurland eystra þá þetta 7.500 krónur á íbúa. Það alveg sama hvernig mér horfir á þetta og ef maður skoðar þetta bara í víðara samhengi og segjum allt í lagi við skulum skoða bara Hvítá í Borgarfirði, Hvítá á Suðurlandi. Þá þetta 13.000 krónur á íbúa á höfuðborgarsvæðinu eða þessu svæði sem verið að þjóna og við horfum þá bara á allt norður og austurland af því að við erum í raun og veru að þjóna því svæði. Það bara hefur reynslan sýnt þá þetta 5.600 íbúa. Mér finnst bara engin sanngirni í þessu. Og þá getur einhver sagt, jú, það sanngirni í þessu. Því að stærstur hlutinn af þessum upphæðum fer til Þjóðleikhússins og Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem á að sinna öllu landinu. Já, en gera þessar stofnanir það? Ég hef ekki mikið orðið var við þessar stofnanir að sinna menningarstarf út á landi. Þannig ég ætla bara að hafna þessar röksemdafærslu og þá kemur hinn athugasemdin að það bara ekki meira til skiptana. Nei, ég veit það ekki meira til skiptana. En af hverju skiptu þá ekki bara kökunni öðru vísi? Það ekkert eðlilegt að staðan sé svona því að við erum sannarlega hér á Akureyri að sinna þessu stóra svæði. Við erum að sinna að minnsta kosti 10% íbúa ef ekki meir. Því að hér ferðaþjónusta líka undir. Og menningarstarfsemi á Akureyri hefur elst gríðarlega mikið á undanförnum árum og hér orðin, þetta orðin töluvert stór atvinnugrein hér í bænum og á svæðinu. Og það höfum við bara séð í tengslu við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og allt sem þar í kring og fleiri staði. Við erum hins vegar á þeim stað að við getum ekki rekið hérna leikhús þar sem við erum með fastráðna leikara til lengri tíma. Kannski það engin ástæða. Mér finnst þetta bara alveg galið. Og það bara gríðarleg ósanngirni í þessari skiptingu og við hljótum að gera athugasemdir við þetta. Við hljótum að fara fram á það að þetta sé endurskoðað. En þetta bara alltaf eins og þessi sama saga að ef við erum út á landi þá skulum við berjast fyrir hverju einustu krónu, hverjum einasta aur og það alveg sama hver málaflokkurinn Það alveg sama
hverjir eru við stjórnvöldin. Það bara skiptir engu máli. Þetta skal alltaf vera svona. Kannski bara málið það að það bara ætlast til þess að við flytjum bara öll á mölin á höfuðborgarsvæðinu og haldum þar bara áfram að skjálfa og títra með öllum hinum sem þar eru og jörðinu með. Þetta ekki eðlilegt og þetta því miður staða sem er uppi núna og mér finnst bara alveg út úr korti að við sættum okkur við. Á öðru leyti þá stendur menningarstarf hérna með miklum blóma. Það bara í sjálfu sér merkilegt í sjálfu sér miðað við það sem við höfum í sjálfu sér úr að spila. En við erum líka að leggja heilmikið til bæjarinn sjálfur. Við munum alltaf gera það. Og það líka hitt sem merkilegt að í samningi sem að við fáum með samningsdrögum þá skuli vera ákvæðin það að við leggjum annað eins til menningarmála eins og lagt upp í viðkomandi samningi. Ekki þetta gert í Reykjavík, ekki í Hafnarfirði, ekki í Kópavogi, ekki í Garðabæ. Af hverju gert hér? Það því að okkur ekki treystandi til þess að leggja fjármagn með þessu? Þetta svona eitthvað viðhorf sem hérna í gangi sem að við þurfum með einhverju móti að fá breytt. Og þetta raun og veru sorglegt í ljósi þess hvað í raun og veru menningarlífi hérna hefur í sjálfu sér blómstrað. Svo náttúrulega menningarlífi hluti, eins og ég nefndi áðan á atvinnulífinu og þetta bara hluti af þeim tekjugrunni sem við erum að skapa hér til að reka gott samfélag. Þess vegna þurfum við að leggja áherslu á þetta ásamt öðrum málum og ég tek heils hugar undir það sem Eva fór hérna, bæjarfulltrúi Eva Hrund fór yfir hérna varðandi atvinnumáli. Þurfum ekki þurfa að endurtaka það en það gríðarlega mikilvægt að við förum að koma atvinnustefnunni í gegn og förum að vinna skipulega að því að efla hér atvinnulíf að öðru leyti líka. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði nú svo sem ekki að koma upp en þegar Gunni er búin að tala upp í mann svona reiði yfir því hversu óréttlálega þið farið með okkur hérna út á landi þá stenst maður ekki mátið. En ég ætla nú samt að byrja á því að ég bara þakka formanni stjórnar Akureyrar fyrir alveg gríðarlega góða yfirferð og taka undir hrós til starfsfólks vegna þess að ég held að það sjaldan verið eins áberandi og svona, tóka mörg stökk finnst mér upplýsingagjöfin og þar held ég að reynsla formanns hafi örugglega hjálpað til og komið svona inn í þennan fína hóp sem þar vinnur, þar að segja á Akureyrar sem svona góð viðbót. Og hérna, ég ætla að það bara snúa mér að þessum menningarsamningi sem að ég títum ræta sem að bara búið að vera baráttumál okkar síðan, ég fór að skipta mér á pólitík og við höfum alltaf verið með þetta sama hlutfall sem einhvern veginn svona ósanngjarnt þegar alla tölur lagðar fram, þá sér það hvert einasta mannsbarn að þetta engin sanngirni í þessu. Þrátt fyrir þessar hækkanir sem hafa orðið núna á þessu kjörtímabili og sem sannarlega má bara þakka menntamálaráðherra fyrir að þó komið tölverð hækkun, krónutölu hækkun, þá hefur hlutfallið ekki skánað neitt að marki og ég aðeins uggandi yfir til dæmis skylduskilunum þegar var verið að reyna að setja það inn í samningin og tekið síðan aftur út. Hvað verður með það? Því við fengum svona fjármagn á síðasta ári upp í þann kostnað og hann á í sjálfu sér að vera greiddur af ríki og þar má benda á að meira svo úttekt ráðuneytisins sjálfs segir að það kosti 12 milljónir á ári að halda þessu úti í Borgarfirði og það viðurkennt að það sé mun dýrari hérna á Akureyri og að við fáum ekki krónu fyrir það óskiljanlegt. Þá myndi ég líka vilja nefna, ég meina eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á,
við erum að sinna hérna risastóru landsvæði og plús öllum ferðamannastrauminu sem þó vill sækja þetta landsvæði heim. Það er alveg lágmark 10% sem þarna að tefla og það er sagt á sama tíma, sagt við hérna Egilsstaðabúa að það sé svo stutt að fyrir þá að sækja menningu til Akureyrar. Þess vegna fá þeir ekki mögulega samning eða fjármagn til þess að standa fyrir sínu menningarstarfi, að þeim er ætlað að sækja þetta hingað en ekkert í höfuðborgina. Og við erum ekki að fá sýningar frá Þjóðleikhúsinu eða Sinfóníuhljómsveit Íslands. Við erum ekki að fá þessa viðburði hingað, þannig að hvernig á að sinna landinu öllu? Það er bara, þetta er svo borðleggjandi að eins og ég segi, við sjáum þetta öll og ég held reyndar að stjórnvöld sjá þetta líka, en það er ekki til meiri peningur einmitt, það er ekki hægt að stækka búlíuna. En þá er bara spurningin hvort þeir verði ekki að fara að skera niður annars staðar, heldur hjá okkur, eða allavega leiðir rétt þetta. Ég fannst, þegar kom upp út skýrslan hérna, því hún nefnir hérna norðurslóðamálin, og skýrslan kom út mögulegt samstarf Íslendinga og Grænlands, þá er það náttúrulega bara svona auðvitað hluti af norðurslóða samstarfi, þetta er bara eitt land af mjög mörgum, en það var svona pínu svona eins og leggdist aftan á svona einhver grunur að þú spyrir hvað er verið að gera á að fara að setja norðurslóðasetur í Reykjavík, þó allir séu sammála að við séum norðurslóðabærinn og við séum með allar þessar norðurslóðastofnanir og hvaða hugsun er í gangi. Ég meina við erum ekki að tala að í Arctic Circle og það er ekki að vera bara áfram í Reykjavík, bara gott og blessað, það var bara heima þar. En að það heiti eitthvað norðurslóðasetur Íslands finnst mér galið og mér finnst að við eigum að berjast fyrir því að þetta nafn verði hér, þá með einhvers konar tengingu við sýningu eins og formaður kom inn á. Og svo er norðurslóð náttúrulega svo miklu meira heldur en samstarf við Grænland og það eitt þessu er bara umræða í sjálfu sér. Ég ætla hrósa ýmsu eins og ég ger eins og bæjarfulltrúi Sóleyjargerði, það er hérna margt til þess að hrósa og það er Amtbókasafnið fór algjörlega á kostum í þessu COVID og í raun bara öll menningarstarfsemin hérna útsjónarsemin og hugmyndaflugið hjá starfsfólkinu og bara til fyrirmyndar. Og maður finnur það ekki hvað síst núna þegar maður kemst á leiksýningu eða tónleika, hvað þetta er ótrúlega mikils virði að búa í samfélagi sem býður upp á svona viðburði. Þannig að það er fyrir einhver að berjast. Þetta gerir þetta samfélag miklu mun betra og við eigum alltaf að vera að berjast og allavega að berjast fyrir réttlátum hlut þó ekki verið meira. Það er svo sem ekki að fara yfir Sinfóníu Nord sem er búin að gera hérna stórkostlega hluti og öll þau kraftaverk sem þar hafa verið, en ég ætla líka að hrósa leikfélaginu fyrir einmitt þennan leiklistaskóla sem bæjarfulltrúi Eva Hrund minntist á. Hann er alveg gríðarlega mikilvægur. Var settur fyrir nokkrum árum á fót og hefur bara vaxið og þetta samstarf við svo skólana og framhaldsskólana og svo framvegis, það er til mikilla fyrirmyndar og ég hvet okkur til þess að reyna að finna einhverja leið til að klára það mál. Skógræktarfélagið, sannarlega hróskili líka, og þá Hlíðarfjall, þó að það sé ekki undir kannski beint þessum menningar geira, þá er þetta sannarlega ferðaþjónustufyrirtæki og ekki síður ferðaþjónustufyrirtæki heldur en íþróttamannvirki. Og ég myndi segja að starfsfólki þar hefur verið, ég heyri ekki annað, auðvitað má alltaf gera eitthvað betur, en ég heyri ekki annað en að fólk sé almennt ánægt sem er að sækja okkur hérna heim. Og samstarfið, nú er verið að tala samstarf við Skógræktarfélagið og þetta gönguskíðasvæði og hérna bæði upp í fjalli og út í skógi. Það er alveg bara til þess að þetta er svona eins og, þetta er lottóvinningu fyrir okkur í þessu COVID-i meðan landin er að sækja okkur heim. Og við þurfum auðvitað að sýna honum, það er að segja landánum, bjóða honum upp á góða þjónustu og sýna honum allt það sem við höfum og klikka hvergi vegna þess að þá koma þau aftur. Og þetta skiptir okkur máli. Það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr fyrirtækjaþinginu. Af því ég komst náttúrulega ekki sjálf á það, að þá er ég pínu forvitin að heyra hvað kemur út úr því. Það var í vinnslu
og talaður að það kæmi fljótlega. Hvað var það appið, þetta íbúapp sem við erum búin að vera að tala mjög lengi og erum orðin langþætt eftir, að þá hvíslaði bæjarstjóri því að mér að við erum náttúrulega komin í samstarf eins og við vitum inni við fleiri sveitafélög og það stóð eitthvað svona, var eitthvað högt í Kópavogsbæ, það er að leysast og stefnt á að reyna að klára þetta núna í maí, sem er gott mál. Það á örugglega eftir að gefa okkur alls konar tækifæri. Já, listnám á háskólastigi, mjög spennandi og þarna er náttúrulega SSN að koma inn líka með stofnunum hér. Verður fróðlegt að fylgjast með því. Já, búin að punta eitthvað hjá mér. Já, það var R66 og þessi barátta okkar fyrir beinu flugi, millilandaflugi. Það er náttúrulega alveg bara stórkostlegt það sem hefur gerst á þessum síðustu árum að uppbyggingu skuli vera farin af stað. Bæði við flughlaðið og flugstöðuna og það allavega heyrist manni á ekki að vera nein töf á því, verða að tala 2023. Og nú er komið af stað hópur stofnun flugfélags. Og ég velti aðeins fyrir mér að því að við byrjum á þessum R66 hópi fyrir einhverjum 8-9 árum eða 2010, eða það var komið 10-11 ár síðan, sem var farið af stað og þá er þetta hugsað sem tímabundið verkefni. Og við erum búin að núna framlengja samninginn sem er bara gott og ég held að það er algjörlega nauðsynlegt. En ég held að við ættum að reyna að hugsa aðeins hvernig ljúkum við þessu samstarfi, hvernig komum við þessari vinnu eitthvert annað næst, að það verði ekki bara stanslaust verkefni bæjarins. Það er alveg skiljanlegt að við tökum þátt í x tíma og kannski er það 20 ár, ég veit það ekki, en ég held að það væri mikilvægt og hvet stjórn Akureyrarstofu til þess að hugsa það mál aðeins. Já, og eins og fleiri hefur komað inn á, ég man ekki hvað það var bæjarfulltrúi Eva Hrund með þessa ferðatengdu íþróttaviðburði og fleiri sjálfsagt minnst á þetta, ég hlusta bara því að það var síðast, að þá held ég það sé einmitt stór eða mikil og stór tækifæri sem felast í því að einhvern veginn að samræma vinnuna og ná fólki saman. Ég hef einhvers stað punktað þetta og sé það ekki núna, en ég læt þetta duga í bili, en bara enn og aftur hrós til formanns og stjórnarinnar þá og starfsfólks. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Orðið er laust. Næsta til máls. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka ykkur öllum fyrir gríðarlega góða umræðu hérna í dag. Það er eiginlega margt sem ég langar að ræða en kannski fyrst langar mig að ræða að fyrir mér er Akureyrarstofa svona eins konar hjartsláttur, svona sem er einhvern veginn út um allt og er alltaf að horfa í sókn og með skapandi hugsun og hvernig er hægt að sækja og hvernig er hægt að styrkja og hvernig er hægt að styðja líka aðra, sem að mér finnst skipta svo miklu máli. Og ég er svo glöð að heyra að því að þegar við fórum hérna inn að horfa á þessu upplýsingagjöf sem að er svo ákaflega stolt af okkur öllum í, er að við fórum náttúrulega í að gera nýja upplýsingastefnu og við fórum að gera kynningaráætlanir sviða og starfsfólk fór að hjálpa öðrum líka innan allra sviða og stofnana og hvetja til upplýsingagjafara, því þegar þú ert kannski bara að reka skóla eða hvað sem þú ert að gera innan bæjarkerfisins, þá er það ekkert alltaf að fyrsta sem þið dettur í hug, það væri góð hugmynd að segja bæjarbúum frá því sem við erum að gera. En með þessum stuðningi og þessum áætlunum og setja þennan fókus held ég að hafi skipt ofboðslega miklu máli að taka svona stefnumarkandi ákvörðun og fylgja þeim eftir með þessum hætti og hafa síðan starfsfólki þar við hliðina.
Og mér langaði líka að segja sko, að við finnum það núna og reyndar svo oft áður eftir COVID, eftir hrun, hvenær sem að hversu sterkur áfangastaður Akureyrarbær að það gerist ekki bara að sjálfu sér. Þetta náttúrulega geggjaður bær og æðislegur og allt það. En öll þessi mikla vinna og fókusering í gegnum starfsfólk og stjórnir Akureyrarstofu í gegnum árin, sko ávextirnir þeir koma stundum fram einmitt eins og núna. Það voru allir klárir, það voru allir tilbúnir, það var sýn, það var fólk, það voru aðstæður, það var aðstæður til þess að bregðast við. Og sko, hvort sem að það nú, og síðan það líka með, eins og við þekkjum örugglega margir sem hafa velt fyrir sér markasetningu, að það er mikil vinna við að byggja upp góða ímynd og viðhaldinni, og það er óbúslega lítið sem þarf út að bregða til þess að sko, missa marks. Kannski ekki bara ein kvörtun útrunna rækjusamlöku, en þau veitir hvað ég á við. Það gæti komið bara eitthvað eitt upp. Þannig að þessi sífellda að vera á tánum þarna skiptir alveg svakalega miklu máli og skiptir máli fyrir atvinnulífið í bænum. Og ég tek undir það auðvitað og þessi tenging við Hlíðarfjall. Hlíðarfjall er auðvitað, sko við fjárfestum í Akureyrarstofu, við fjárfestum í Hlíðarfjalli og þetta skilar okkur arði ef við viljum fara í kapitalisman alla leið. Að þetta skilar okkur og það skiptir máli og þess vegna hefur við oft velt í fyrir okkur þessi tengsl milli íþróttamála og ferðaþjónustu. Hvenær er íþróttamannvirki og hvenær er það ferðaþjónusta? Er Hlíðarfjall fyrst og fremst ferðaþjónusta fyrst og fremst íþróttamannvirki, en sundlaugin, en golfvöllurinn og svo framvegis. Og svo sjáum við ferðaþjónustuna alla í tengslu með íþróttamálin, öll þessi mót, fótboltamót, handboltamót, öldungamót í blaki og hvað sem þetta heitir. Og þetta er eina af okkar sko, stærstu styrkleikum hérna í þessum bæ eru íþróttamálin. Og ekki bara til þess að verða ykkur afreksmaður, heldur til þess að njóta og nýta alla ævi. Og þess vegna er ég sammála því sem bæjarfulltrúi Eva sagði að það skiptir miklu máli að stilla vel saman strengi þar því að þetta þarf einhvern veginn að fara saman og stundum bara dálítið óþægilegt að þetta sé í sikuru ráðinu og sikuru deildinni finnst mér vegna þess að þetta á oft heima saman og er samhljómur og slagkraftur þarna á milli. Bæjarfulltrúi Ingibjörg nefndi klasastefnu sem hefur litið dagsljós og innan SSN einmitt verið að horfa mikið í gegnum sóknaráætlanir og aðgerðir þar á klasastefnuna sérstaklega og á þau tækifæri sem þar birtast og hvatningu til fyrirtækja og einstaklinga að horfa til klasa hugmyndafræðinnar. Og þar hafa verið efst á baugi matvælaklasi, velferðartækniklasi og auðvitað eimur sem er starfandi innan SSN. Og við erum kannski svolítið að svona horfa á þessa tvískiptingu, svolítið svona Akureyrarstofu að sjá að við sem sveitafélag stöndum vörðum okkar og svo förum við svolítið saman í þessa sameiginlegu sýn að því að hún þarf ekkit endilega virða landamæri sveitafélagana og eins og þú nefndir vel bæjarfulltrúi Ingibjörg einmitt eins og skíðasvæðin. Sko við erum ekki, sko fólki, við erum miklu meira svæði heldur en bara sveitafélag og það eru styrkleikar í því og það eru gríðarlegir styrkleikar í því fyrir okkur. Sem að kemur síðan inn á menningarsamningin og ég verð bara að taka heilsugar undir með bæjarfulltrúa Gunnari og Sóley og Höllu. Ég hefði viljað sjá allt annan grunn, hugsaðan með allt öðrum hætti heldur en raun ber vitni. Og það samt er ekki bara kannski stóra máli þar að svo hugmyndafræði sem við þurfum að kynna og heilla alla með, við höfum ekki náð árangri í orðræðunni þar og þar þurfum við að halda áfram. Það verður ekki undir einum ráðherra komið eða einni manneskju hér eða þar, það þýðir í rauninni sko stefnubreyting í byggðamálum á Íslandi og hún þarf að eiga sér stað. Í mínum huga, við höfum rætt þetta held ég margoft og auðvitað alltaf svolítið grín í kringum þetta borgin Akureyri, smáborgararnir og Akureyri og allt það. En þar snýst þetta auðvitað að skipuleggja í íslenskri byggðastefnu hvert hlutverk og ábyrgð Akureyrarbæjar er.
Og þar bæði inn í byggðaáætlun að mínu mati ætti að vera bæði svæðisbundið hlutverk Reykjavíkurborgar sem höfuðborgar Íslands og Akureyrar sem þeirra svæðisborgar sem hún og á að vera. Og þannig þarf að horfa á grunnflut á fjármögninni, en það er miklu viðameira verkefni heldur en svona one-on-one. Við þurfum að ná þessum skilaboðum miklu ríkara inn í breiðar og stærri hóp og þar þurfum við bara að gera held ég betur. Vegna þess að ef að okkar ábyrgð og skyldur hér á þessu svæði sem að mínum að eiga að snúast að veita ákveðna grunnþjónustu í menningu og listum hér á okkar svæði og nærliggjandi áhrifasvæði sem að skilgreina má líklega sem 11% landsmanna, að þá þurfum við að nálgast verkefni þannig. Þetta er ekki lögbundin verkefni í dag eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi réttilega að það á þjóðleikhúsið að hefur lögbundi hlutverk sem slíkt, Sinfóníuhljómsveit Íslands og Listasafn Íslands, en alveg réttilega eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi, þá erum við ekki að finna fyrir því að það þjóni okkar þörfum sem íbúa hér. Þessu þarf að breyta og það þarf að skilgreina þetta hlutverk. Við þurfum að ná að heilla fólk með að þessi ábyrgð og skylda og þjónusta eigi að vera til staðar og þess vegna þurfi að endurskoða útreikninga við menningarsamningin. Þetta er langtíma verkefni sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við séum samstiga í að horfa til og ég er gríðarlega ánægð með að Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið ásamt Akureyrarbæ og SSNE myndaði einmitt starfshóp borgarhlutverk Akureyrar sem er nú að vinnu og mun skila niðurstöðum og án efa verða menningamálin einn af þeim niðurstöðum sem að skila verður úr þeim hópi. Við verðum að breyta í rauninni algjörlega hugsun okkar í byggðamálum ef að við ætlum að stíga næstu skref inn í 21. öldina og hér á Íslandi verði til næsta borg. Og það er einmitt nátengt menningarsamningnum. Þannig að ég tek hjartanlega undir það að það þarf að horfa á þetta allt öðruvísi. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Sóli og þeim sem hafa talað hérna bókasafnið. Það er eitthvað algjörlega einstakt við þetta bókasafn okkar og sköpunarkraftin þar, hvort sem að það er að horfa til deilihagkerfi sem er kökuform eða piknik úti. Varðandi Glerárdalinn, bæjarfulltrúi Ingibjörg, þá hefur þetta með gömlu vegina, malavegina ekki komið til tals sem minnst þetta bara mjög góð hugmynd. Við erum bæði að vinna þessum merkingum og kortleggja leiðir og minnst þetta bara alveg þess virði að ræða betur vegna þess að þessi malavegir og allt þetta sem er að gerast varðandi bæði aukin á gönguferðum og utanvegarhlaupum, fólk þarf að vita af þessu til að geta nýta. Varðandi þróun í sjóðum sem einstaklingar geta sótt í, ég held að það var nú bæjarfulltrúi Sóley, þar erum við með á okkar snæru menningarsjóð sem að úthlutinu honum hefur numið 16 milljónum króna og auk þess sem að Akureyrarbær greiðir auðvitað inn í uppbyggingarsjóðin sem að veitir líka styrki og voru veittar 38 verkefni á sviði menningar, 23,1 milljóna þessu ári og 13 verkefni í stofn- og rekstrarstyrki. Þannig að það er svona, og þróunin hefur verið bara, hún haldið sér þrátt fyrir að við höfum farið í aðhaldsaðgerðir, að þá er þessi tala svona sirkabát haldið sér. Við höfum áður rætt einmitt þetta varðandi upplýsingagjöfina til þeirra sem eru að flytja eða vilja flytja og þetta er eitthvað sem ég held að við getum gert betur. Það í því samhengi reyndar er eitthvað sem ég hefði áhugað að við myndum ræða ekki bara í tengslu við Akureyrarstofu heldur almennt og það er fjölmenningastefnan okkar sem ég tel að við þurfum bara hreinlega að taka til umræðu og aðgerðir henni tengdar sérstaklega. Og þar hef ég áhyggjur af því að við séum aðeins að missa boltan. Að við gætum gert betur að það sé mögulega eitt af okkar helstu sóknarfærum sé í fjölmenningunni og því að laða að okkur fleira fólk af erlendum uppruna. Vegna þess að við erum tiltölulega með lágt hlutfall þar og kannski low hanging fruit að fjölga þeim íbúum. Varðandi menningu sem tómstundastarf hjá börnum og ungmennum, þá tek ég undir það, þar getum við skoða hlutina svolítið betur. Og að því að bæjarfulltrúi Eva nefndi leiklistaskólann, þá er það einfaldlega að við þurfum bara að taka ákvörðun það að tryggja varanlega húsnæði fyrir leiklistaskólan og koma því inn í fjárhagsáætlun næsta árs og ég held að það megi ekki seinna vera.
En varðandi tómstundir hjá börnum og ungmennum, við þurfum kannski líka að veita meiri og betri upplýsingar það sem í boði og að það sé hægt að nýta frístundastyrkin í ekki bara íþróttir, heldur aðra frístund. Og ég var einmitt að ræða þetta á heimilinu og úlingarna sem áttu þessu ekki á því að það væri hægt að sækja myndlistanámskeið og ýmislegt. Þannig við þurfum kannski að skoða það hvort og hvernig við getum gert betur þar. Ég nú stundum, og það var nú fyrir COVID, að velti fyrir mér hvort að það ætti að vera síðsumars bara hreinlega kynning á öllu því ótrúlega frambúði af afþreyingu, hvort sem það eða afþreyingu og sköpun og íþróttum og svo framvegis, bara hreinlega í íþróttahöllinni. Þannig að þú getur bara labbað á milli og ef að þú sért alin upp í fjölskyldu sem aðalega í íþróttum og þá getur þú bara fengið kynningu á einhver allt öðru. En þar bindi ég líka mikla vonir við nýja fræðslustefnu og að skapandi frístundastarf inn í frístundskólana. Aðkoma að hátíðum nefndi bæjarfulltrúi Eva og við eins og kannski bæjarfulltrúar vitar þá erum við að innleiða þessa 90 daga spretti og aðkoma að hátíðum inn á öðrum hluta 90 daga spretta ársins 2021. Akureyrar appið eins og bæjarfulltrúi Hallabjörg nefndi áðan, það verið að bíða eftir samstarfssveitarfélögum, vonandi bara klárast á næstu dögum. Skylduskilin, ég bind líka bara miklar vonir við það að það verði lokið við á endurskoðun og lögum sem að stendur til að gera í ráðuneytinu og ég alveg bjartsýn á það svo verði, þó ég hafi áhyggjur af því að þeir fjármunir kannski skili sér ekki á þessu ári sem miður. Ég held að getum gert enn betri í gönguskíðamennskunni og tek undir með bæjarfulltrúa Höllu með Kjarnaskóg og tengingu við Hlíðarfjall. R66 einmitt eitt af því sem rætt innan stjórnar Akureyrarstofu og kannski ekki komið lengra heldur en rétt svo einhvern veginn að klára það hvort að ég vera á þessu ári. En varðandi að lokum þessi stjórn Akureyrarstofu bókaði vegna menningarsamningsins og samþykkti fyrirliggjandi samningsdrög. En stjórnin lagði jafnframt áherslu á að jafnhliða undirritun verði skrifað undir sameiginlega yfirlýsingu bæjarins og ráðuneytisins að skilgreind verði ný viðmið framlög ríkisins til atvinnustarfsemi í listum með hliðsjón af hlutverki Akureyrarbæjar sem menningarkjarna og áhrifasvæði hans sem nær langt út fyrir borgarmörkin og til landsins alls ef út í það farið, líkt og hlutverki höfuðborgarinnar nær langt út fyrir borgarmörkin. Ég vona að ég hafi náð að svara svona flestu. Ég eitthvað frekar hæg að pikka í dag. En takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu og orðið laust. Hver ætlar að koma með hann? Ég ætla að biðja að varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég reyndar mynd eftir fleiri sem ég ætlaði að segja þarna áðan. Það kannski að því að nú er bara að festa grímunni í eyrnunum. Það var að því að formaður líka formaður stjórnar SSNE og eins og búið að koma fram að þá var þetta mikið af þessu skarast verkefnin og hvort að hún sjái einhver svona tækifæri í meiri samlegð og þá einhverju því að við gætum fært til verkefni eða mögulega svona, breytt einhverju í okkar kerfi versus SSNE því við vorum nú að gera breytingar þar og það átti að skila einhverju okkur fram á veginn og þá hvernig nýtist það í okkar vinnu hér. Síðan ætlaði ég að leggja hérna fram bókun, ef ég finna hana, eða tillögubókun. Undir þessum lið og hún hljóðar svo. Á Akureyri hefur byggst upp öflugt þekkingarsamfélag málefni norðurslóða. Bæjarstjórn telur mikilvægt að unnið verði að því að styrkja bæinn enn frekar sem norðurslóðamiðstöð Íslands, meðal annars með því að kanna möguleika á því að á Akureyri verði norðurslóðasetur.
Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að vinna málið áfram. Takk. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég sparaði nú aðeins umræðin norðurslóðamálin í tengslum við þessa bókun. Ég get alveg tekið undir þessa bókun. En það skiptir okkur gríðarlegu máli að við séum að sýna ákveðið frumkvæði í þessum norðurslóðamálum ef við viljum standa keik og sem norðurslóða bær Íslands. Sá staður þar sem að norðurslóðamálin eiga heima. Nú fórum við hittum við til dæmis starfsmenn upp í háskóla, Emblu og fleiri sem að vinna þar og vorum að ræða aðeins við þau þessi norðurslóðamál. Og eitt af því sem þar kom fram og þau til dæmis ræða töluvert það að það skiptir máli að við séum með einhverjum táknrænum hætti að sýna það að við séum og viljum standa að þessu hlutverki með einhvers konar myndarbrag. Og þess vegna ætla ég bara að spyrja hér og nú. Vegna þess að eitt af því sem við gætum gert að taka ákveðnu boði því að Arngrímur Jóhannsson, fyrrverandi flugstjóri, hann er mikill áhugamaður norðurslóðamál og hefur verið að styðja nemendur frá Grænlandi hérna í háskólan. Hann hefur stutt við háskólan varðandi ýmsa starfsemi og eitt af því sem hann gerði var að koma hér upp ákveðnu safni með ýmsum hlutum sem hann var búinn að koma upp. Hann hefur síðan boðið Akureyrarbæ það að taka við þessu safni og hann hefur boðið okkur það líka koma að því að koma þessu safni upp ef við finnum því stað. Það er alveg morgunljóst að þeir sem við höfum rætt við hafa sagt okkur það að þetta skiptir máli. Og þess vegna ætla ég bara að spyrja. Erum við þá að tala það að miða við þessa bókun að það standi til að fara í viðræði við Arngrím það að fá þetta safn sem að hann var búinn að koma upp og hefur boðið okkur að taka við. Erum við að tala það eður ei? Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninu og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég taki að mér að svara þessu eða spurninginu einhvern veginn beint til okkar. Já, geta allir svarað. Ég svara allavega fyrir mig. Ég myndi líta svo á að það væri partur af því að ég koma hér vinna þetta mál áfram. Það væri að sjálfsögðu að ræða við hann og sjá hvað kemur út úr því. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk, þá er orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara bregðast við spurningu forseta varðandi mögulegar breytingar á Akureyrarstofu. Mér finnst mjög margar breytingar nú þegar hafa átt sér stað meðan við að skilja verkefni SSNI og Akureyrarstofu. Akureyrarstofu hefur fyrst og fremst ábyrgð gagnvart okkar sveitarfélagi, þar að segja inn á við, á meðan að SSNI er í grunninn að vinna með öðrum sveitarfélögum og atvinnulífinu og svo framvegis. Þannig að ég sé ekki fyrir mér aðrar breytingar
persónulega. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið málsins og orðið laust. Það sem fleira ekki hvað sér hljóðsál segið þá ætlum ég að bera upp tillögun á bókunni sem ég las upp áðan. Þessi geta samþykkt hana gefið merki. Það eru 11 og þá er umræðu þannig lið lokið.